Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 8. febrúar annar sunnudagur í 9 vikna föstu. Þema dagsins margs konar akurlendi hið lifandi orð. Og í dag biblíudagurinn. Í lektíunni minnir Jesaja okkur á að lífið sé stutt, en orð Guðs vari að eilífu. Í pistlinu stendur orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylgsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Og í Guðspjallinu segir Jesús að himnaríki sé hægt að líkja við mustardskorn. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur. Í nafni Guðs, Föður, Sonar og heilags anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Markúsi 4. kafla. Þá sagði Jesús, svo Guðs ríki sem maður sá í sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir nætur og daga, en sæðið grær og vex, hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt, fyrst stráið þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Og Jesús sagði, við hvað eigum við að líkja Guðs ríki, með hvaða dæmi eigum við að lýsa því. Líkt það mustardskorni, þegar því sáð í mold það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því sáð tekur það spretta, það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Þema dagsins margs konar akurlendi, hið lifandi orð. Þessi yfirskrift, hið lifandi orð, hefur fleiri en eina merkingu. Það lifir áfram sem texti í biblíunni og orð Guðs, það boðskapurinn, einnig lifandi. Hann lifandi í þeirri merkingu að hann vex með okkur. Hann tímalaus og getur talað inn í aðstæður manna í gegnum aldir. Hvort sem menn taka boðskapinn til sín eða ekki, þá breytir því ekkert að við fæðumst, lifum og munum að lokum deyja. Aðalspurningin hvað trúum við að taki við eftir þetta líf og hvað boðar kristin trú, hvað býður hún þeim sem trúa. Í Guðspjallinu 2 dæmisögur, báðar korn eða fræ. Sú fyrri hveitikorn en hinn síðari mustardsfræ. Fyrri sagan aðeins í Markúsar Guðspjalli og hana hægt að túlka að minnstakosti á tvennan hátt. Fyrri túlkunin að maðurinn sem sáði sæðinu í jörð sé Jesús, sem kom til jarðar og sáði orði sínu, boðskapnum. Síðan fór hann til himins, en boðskapurinn lifir, dafnar, vex og þroskast að sjálfu sér. Og í fyllingu tímans kemur Jesús aftur til að taka uppskeruna heim. Dæmisagan gæti líka verið hvatning til lærisveinanna. Jesús hafi sáð í hjörtu þeirra og þeir sáu út frá sér. Þannig það á þeirra ábyrgð að boða fagnaðarerindið, það sá sæðinu. Síðan gætu þeir vaka og sofið í þeirri fullvissu að orð Guðs myndi ekki misfarast, heldur muni það þroskast eins og því væri ætlað og án allra afskipta eða færni manna myndi boðskapurinn þroskast í hjörtum manna og bera ávöxt fyrir Guð. Því eins og við vitum þá það sjálfsákvörðun hvers og eins að taka við boðskapnum. Þessi túlkun hefur að vísu smávægilegt vandamál.
Því að í sögunni það sama persónan sem sáir og uppsker. Og vegna þess að aðeins Guð uppsker, þá fyrri sagan líklegri túlkun. Í báðum tilfellum á Guð uppskeruna og Guð tekur hana til sín þegar hún full þroskuð. En ef við lesum söguna án trúarlegrar túlkunar, þá lýsir sagan hinu undraverða sköpunarverki sem náttúran Sæðinu sem var sáð, það vex, grær og þroskast að sjálfu sér og full þroskað býr það til fræ og sáir sér sjálft. Í hverju fræi erfðamengi sem stjórnar vextinum án aðkomu mannsins, en uppskeruna getur maðurinn nýtt sér til fæðu. Síðari sagan lýsir vexti himnaríkis. Í upphafi var það eins smátt og hið smæsta korn, mustaskorn, en með tíð og tíma var það stærst trjáa og í skugga trésins þrífast fuglar himins sem gefur til kynna margbreytileika innan tegundarinnar til dæmis ránfuglar. Í öðrum dæmisögum Jesú fólk Guðs í hverri sögu fyrir sig skilgreint sem ein ákveðin tegund en ekki heill ættbálkur. Í fyrri sögunni var til dæmis fólk Guðs hveitikorn. Einhver skýring hlýtur að vera á svo víðu hugtaki eins og fuglar gefur til kynna. Við vitum að ríki Guðs verður samfélag kristinna en ekki flóra allra trúarbragða. Svo ein skýring gæti verið að margbreytileiki sé innan hinna kristnu, að við þurfum ekki að vera öll steypt í sama mótið. Við erum ólíkar manneskjur með ólíkan bakgrunn og ólík menningarleg viðhorf, svo það eina sem sameinar hópinn trúin á Guð og Jesú. En svo líka hægt að túlka söguna þannig að margir leiti skjóls undir trúartrénu, en trúin risti grunnt hjá sumum. Hún hafi ekki enn almennilega fest rætur og einhverjir sigli undir fölsku flaggi eða muni hverfa frá þessu tré og síðar á lífsleiðinni leita skjóls annars staðar. Jesús líkti orði sínu við fræ og það spírar ekki nema það sé gróðursett og fái næringu. Og Páll skrifaði í einu bréfa sinna, það skiptir engu hver gróðursetur eða hver vökvar. Það Guð sem skiptir máli, hann gefur vöxtinn. Því að samverkamenn Guðs erum við á Guðs akurlendi sem einmitt margs konar. Í annarri sögu Jesú andstæður góðs og ills táknaðar sem hveiti og illgresi og skýrt tekið fram að illgresinu var sáð af óvini þess sem sáði hveitinu. Illgresinu var leyft að vaxa, svo hveitið yrði ekki óvart slitið upp leið og illgresið. En eðli illgresis að kæfa aðrar jurtir og eðli hins illa að vera háværara en hið góða. Næring orðsins felst því í samvistum við aðra kristna, lesa, hlusta eða sækja kirkju, því að í hvert sinn sem orð Guðs lesið eða rætt, falla fræ umhverfis það. Fræ sem einhver annar hlúir að og enn annar vökvar, en Guð gefur vöxtinn. Orð Guðs hefur beinlínis bjargað mannslífum, því orðið gefur kjark og styrk til að takast á við lífið. En staðurinn þar sem flestum verður bjargað við hásæti Guðs, þegar Jesús vitnar að við séum hans fólk.
Já, í dag er biblíudagurinn en biblían er handbók kristinna manna og innifelur miklu meiri boðskap en við sjáum í fljótu bragði vegna þess að sögurnar tala inn í líf okkar á margs konar hátt. En markmið þeirra er að styrkja okkur í trúnni og efla okkur í daglegu lífi. En án biblíunar væri vitneskja okkar Guðs málefni heldur fátækleg. Biblían er eins og aðrar bækur safn orða sem er raðað saman til að segja sögu, en engin önnur bók hefur verið eins lifandi í hugum manna, eins mikið lesin eða þýdd á jafnmörg tungumál og engin önnur hefur gefið fólki þvílíkan kraft og von í gegnum aldirnar eins og þessi bók sem flytur okkur hið lifandi orð. Og orðið hef ég með stórum staf, eins og það er skrifað í Jóhannesarguðspjalli sem hefst á þessum orðum. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð, eða réttar sagt, orðið er Guð. Og orð Guðs, boðskapurinn, er brauð eilífs lífs. Jesús er hið lifandi orð, hann talaði og það varð. Hann hafði vald yfir vindi og vatni og læknaði menn með orðum einum saman. Hann frelsaði fólk úr líkamlegum fjötrum fötlunar og sjúkdóma, gaf blindum sýn og daufum heyrn, bæði bókstaflega og á táknrænan hátt. Hann kom ekki til að dæma heiminn heldur til þess að frelsa hann. Hann gaf okkur von betra líf í hans ríki. Í pistlinu stendur að orð Guðs sé lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggju sverði og smýgur inn í innstu fylgsni sálar og anda og liðamóta og mergjar, það dæmi hugsanir og hugrenningar hjartans. Orð Guðs, það er trú okkar, mun eins og sverð skera úr hvar við stöndum gagnvart Guði. Boðskapurinn hefur lifað í þúsundir ára vegna þess að menn skráðu hann niður. Án skráningar hefði orð Guðs geta glatast að mestu. Eins og sagan sáðmanninn lýsir örlögum sæðisins. Þrátt fyrir hina góðu bók hefur boðskapurinn af einhverjum verið fótum troðinn á götunni, vantað fótfestu á klöppinni eða kafnað meðal þyrna í amstri daglegs lífs. En vegna óbilandi trúar annara er orð Guðs enn í dag útbreiddur, kröftugur og lifandi boðskapur talaði beint til okkar. Og í biblíunni er kærleikur Guðs opinberaður öllum mönnum. Lexían minnir okkur hins vegar á hve við höfum stuttan tíma á þessari jörð. Grasið visnar, blómin fölna, en orð Guðs varir að eilífu. Já, þema dagsins er margs konar akurlendi, hið lifandi orð. Og Guðspjallið innihélt 2 dæmisögur fræ. Eftir því sem við fræðumst meira og tengjum boðskapinn við lífið og náttúruna, þá verður okkur ljóst að þessi undraverði heimur sem við lifum í getur ekki hafa orðið til fyrir tilviljun. Menn spyrja stundum hvort kom á undan, hænan eða eggið. En við getum líka spurt hvort kom á undan, hveitiplantan eða fræið, ávextirnir eða steinarnir sem innihalda erfðaefnin. Hver er tilgangurinn með æxlun ef öllu fjölgaði í upphafi með því að frumur skiptu sér? Nei, náttúran hefur verið sköpuð sem fullkomið og sjálfbært kerfi frá fyrsta degi. Hver tegund með sitt erfðamengi til að viðhalda sinni tegund og dýrin sínu eðli. Þetta getur ekki hafa orðið til fyrir tilviljun. Þetta er verk Guðs almáttugs skapara himins og jarðar eins og við játum í trúarjátningunni.
Þess vegna er mikilvægt að gefa Guði heiðurinn af sköpuninni og sem meistari sköpunarverksins og vegna þess að sonur hans kom sem boðberi sannleikans. Þá ber okkur að taka orð hans alvarlega, lofa hann og tigna fyrir þá færni og vitsmuni sem hann hefur gefið okkur. Við erum eins og hveitifræ innan illgresi, fræ sem þarf ummönnun, næringu, sólarljós og vökvun, svo að við verðum að sterku strái og þroskum fræ til að viðhalda útbreiðslu boðskaparins. Drottinn blessi þig og varveiti þig. Drottinn láti sína ásjón lýsa yfir þig og sé þig náðugur. Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þig frið. Í Jesú nafni. Amen.